Komið sælir kæru aspirar. Og komið að því að lesa fyrir ykkur. Og við ætlum að kíkja aðeins á ástina. Ég er búin að draga hérna bunka sem við ætlum að vinna okkur í gegnum. Þið eru hérna megin, hinn aðilinn er hér og svo fáum við nokkur spil svona fyrir ykkur sameiginlega. Þá byrjum við. Ok, og líða eins og sért fastur. Þú þarft að heila fortíðina þína til að fá það sem þú vilt. Þetta getur verið ástæðan fyrir því að þér finnst erfitt að nálgast samband eða þú ert ekki í sambandi í dag. Það er eitthvað varðandi fortíðina sem að þú ert ekki búin að gera upp samkvæmt þessu spili og heldur þig svolítið föngnum í fortíðinni. Hún á það til að gera það. Þannig að skilaboðin eru hér reynda að finna út úr því hvað er í fortíðinni sem er að stoppa ferlið, stoppa framgönguna þína varðandi ástina. Ok. Svo líka getur þetta verið hvernig hinum aðilunum líður eða þú ert með einhvern ákveðin í huga. En hinn aðilinn fær líka spil. Já, þarna verið að tala misskilning. Og þið talið mismunandi ástartungur. Af því að þið tjáið ykkur ekki á sama hátt, þá er einhver misskilningur í gangi. Ok. Það getur líka verið að tjáningin sé af skornum skammti hjá öðrum hvorum aðilanum. Annar hver aðilinn getur verið mjög hreinskilinn og opinskár og meðan að hinn er svona frekar tilbaka. Nú eða bara hreinlega að það er eitthvað sem að er sagt ykkar á milli sem að fer alltaf einhvern veginn í vitlausan vasa og þá er bara að spyrja og biðja aðilana að endurtaka og að gera að reyna að tjá sig á skýran máta og vera vissum að hinn aðilinn sé að fá skilaboðin eins og þau voru ætluð. Ok. Hér er það sem að kallast á enskunni Twin Flames. Þessi orð eru notuð til að lýsa ákveðinni tegund af samböndum. Hvað sem að manni finnst það. En hér er allavega stendur hérna yin-yang, senn, jafnvægi, sameining, tvíhyggja, samband og það að bæta hvort annað upp eða vera góð saman. Sem sagt að báðir aðilar eru mynda einhvers konar fallegt par. Ég veit ekki hvort það sé búið að eitthvað að þýða þetta á íslensku, þetta Twin Flames dæmi, en þetta er aðalega bara dæmi sterka tengingu, og samkvæmt þessu spili er þetta eitthvað samband sem að gæti bara gengið upp og verið fallegt. Ég ætla ekki að fara alveg í saumana á þessu því að þetta er svolítið mikið upplýsingum þarna bakvið sem að
Ef þið kærið ykkur getið kannski bara leitað ykkur sjálfur kæru vatnsberar. En hinn aðilinn fær hérna spil sem að heitir The Chaser eða sá sem eldir. Þetta hugtak er notað í samböndum þar sem að annar aðilinn er mikið í því að eldast við hinn aðilann og hinn aðilinn hörfar undan. Þannig að þetta er sá sem að eldir og oft er þetta svona frekar óheilbrigð samskipti sem er í gangi þarna. Annar aðilinn hefur kannski slæma reynslu að baki og óttast skuldbindingu eða er svona ekki alveg tilbúinn að taka einhver skref og það verður ákveðið ójafnvægi þarna á milli. Ekki svona eitthvað jafnt og beint flæði og það eru náttúrulega merki það líka varðandi þennan misskilning sem að vera að tala áðan, þannig að þetta samband er greinilega eitthvað sem er ekki alveg svona að flæða kannski alveg eins og það á að gera. En höldum aðeins áfram. Ok. Sumir aðilar koma inn í líf okkar og hverfa þaðan fljótt aftur. Aðrir stoppa, skilja eftir fótspor í hjörtum okkar og líf okkar og við verðum aldrei söm. Þetta talar alveg inn á það sem ég var að segja hérna áðan með tvíburalogan eða hvað á að kalla þetta, tvíburaeldana hérna, sem báðir aðilar eru mjög svona passa vel við hvern annan. Að það getur verið að þessi aðili fyrir þér, kæri vatnsberi, hafi skilið eftir einhver fótspor í hjarta þínu sem að hefur bara breytt þér eða haft mjög sterk áhrif á þig. Svo gæti þú líka verið að hafa þannig áhrif á hinn aðilann. Þannig að það er greinilega allavega sterk og falleg tenging hérna á milli. Já, ástin læknar fólk, bæði þá sem gefana og þá sem þiggjana. Ok. Þannig að þið eru að hafa jákvæð áhrif hvor á annan, þess bæði þú og hinn aðilinn. Það er heilun í gangi og þið hjálpið til við heilunaferli hvors annars. Aldeilis fallegt. Ok, hérna er talað staðinn innra með ykkur þar sem er bara kærleikur og eilífur kærleikur eða einhvers konar griðastaður innra með ykkur þar sem allt er eilíft, kannski tengingin ykkar, kannski kærleikurinn á milli ykkar. Þú og þið eru beðin að bara heiðra þennan stað. Að viðurkenna að eitthvað á milli ykkar er eilíft og mun þar af leiðandi alltaf lifa. Þessi fallegi græni litur er litur hjartastöðvarinnar og tengist líka sterkt inn á heilun. Þetta eru bara svona falleg orð ástina, breyting. Ok, hér er verið að koma inn á samband þitt við aðra manneskju er að verða dýpra. Þannig að ef þið vill, ertu nú þegar í einhvers konar tengingu eða tengslum við hinn aðilann en það er að verða svo breyting þar á að þið eru að fara að taka einhver skref eða að tengingin á milli ykkar
er að dýpka til þess að þið geti náð saman. Það er ýmislegt sem gerist á öðrum tíðnissviðum sem að við ekki endilega sjáum eða vitum af. Gæti verið eitthvað sem er að gerast undir yfirborðinu. Nú kíkjum við aðeins á hvaða svona típu gæti verið að ræða. Þú fær 2. Já, herra sjálfið, æðra sjálfið og sabotör sem að þýðir í raun og veru eyðileggjandi eða einhver sem að eyðileggur. Ok. Hvað er hérna á ferðinni? Kæri Vatnsberi. Æðra sjálfið, þetta er náttúrulega bara sá partur af sjálfið þér sem að er tengdur við almættið, best tengdur við almættið og þar sem að svona þessi innri viska býr. Að þú getur tengst æðra sjálfinu hvenær sem þú vilt, bæði gegnum hugleiðslu og annað til að leita svara. En þessi aðili hérna sem að er að eyðileggja, ef til vill er þetta einhver gömul reynsla sem þú hefur gengið í gegnum með manneskju, þar sem að einhver sem að hefur haft slæm áhrif á tengingar þínar við aðra eða sambandið þín. Nú ef að þú er einhvern grun að hinn aðilinn sé í þessu hlutverki, þá þarftu náttúrulega að hugsa þig tvisvar hvað þú viljið gera með það. Og ef til vill er æðra sjálfið þetta vara þig við. Þú þarft líka að passa þig, kæri Vatnsberi, að skemma ekki fyrir sjálfum þér. Með einhvers konar neikvæðum hætti, með meðvirkni, með einhvers konar hegðun sem að er ekki að hjálpa í samskiptum þínum. Ok, hvað kemur hérna? Ég vil að taka það fram þó að séu karlmenn og kvenmenn á þessum spilum, þá hafa þessi spil í raun og ekkert með kynin að gera. Hér er sko einhver sem er dálítið heitur, eins og orðin segja, hot nerd, og það að vera nörd er náttúrulega bara einhver sem að kafar djúpt onni í áhugamálin sín. Og þetta orð er, eins og þið vitið, oft notað þá sem eru vel að sér í tölvum og svona bóklegum fögum. Kannski ertu skotin í einhverjum sem að passa við þá lýsingu, eða að þetta er einhver sem að þú ert að vonast eftir að hitta svona típu. En svo færðu Lilith hérna með, og Lilith er svona hálfgerð dauðagyðja. Ég veit ekki mikið hana. Þá veit ég að hún er kröftug, býr yfir mikilli visku og er göldrótt. Hún er þarna með eld í höndunum, þannig að hérna þetta eru kannski einhverjir svona þættir í manneskjunni sem umræðir, eitthvað sem heillar þig. Ef til vill er hún bara manneskjan með fallega svart hár eða ber sig eins og gyðja. Og þessi heiti nörd hérna, já, hvað á ég að segja meira hann? Þetta er ákveðlega ólíka týpur. Við skulum bara halda áfram og taka hérna spilin sem að
eru fyrir ykkur bæði eða báða aðila. Skulum láta þau snúa rétt. Ok, sterkt samband sem að er greinilega ætlað að verða. Svona feitit eins og maður segir. Eitthvað sem að örlögin hafa reynt að koma saman. Og það er eitthvað óþekkt element hérna með varðandi þetta samband, einhvers konar leyndarmál eða upplýsingar sem að eiga eftir að koma í ljós. Kannski leið og tengingin kemst á eða leið og þau fara að tala saman. Og síðan er líka hérna tenging við önnur lönd. Það geti verið að þið séu í sitthvoru landinu en hittist reglulega eða vitið hvor af öðrum. Storkurinn táknar líka nýja byrjun, nýtt upphaf. Það er hann í sögnunum sem kemur með börnin eða ekki. Hann er líka farfugl og verpir alltaf á sama stað, kemur alltaf aftur og aftur á sama staðinn. Þannig að það getur verið annarhver ykkar sé ferðalangur sem að ferðast þannig og það er alltaf ný byrjun í hvers skipti sem að hann kemur og storkurinn kemur á vorin. Þannig að það er einhvers konar tenging þarna með ferðalög og ferðir. Nú það getur líka verið að þið eigið eftir að ferðast saman eða hafa gaman af því. En krossinn gefur sterklega til kynna að þið komist eiginlega ekki hjá því að tengjast. Því að þetta er svona örlaga tenging, stundum er hún erfið og getur verið þung og íþyngjandi. En oftast er hún bara af jákvæðum toga. Táknar í raun og veru bara eitthvað samband sem enginn fær sundur slitið. Ok. Hér eru mikla tilfinningar á ferðinni og í svona heitum tilfinningarsamböndum þá þarf fólk að passa sig á því að láta afbrýðisemina ekki taka völdin. Það getur verið að annarkvort ykkar eigi svolítið erfitt með það. Annarkvor aðilinn sé afbrýðisamur vegna þess sem hinn er að gera eða fólks sem að hinn er að hitta eða þekkir. Og það gæti orðið einhvers konar svona orðaskipti út af því. Það skiptir máli að tjá sig skýrt eins og kom fram hérna í upphafi líka og að reyna að vinna úr ef að það kemur upp á yfirborðið. Einhvers konar afbrýði sem að reyna að vinna úr því eins fljótt og hægt er áður en það vindur upp á sig. Ok. Þið gætu verið báðir aðilar haft gaman af listum eða verið listrænt svona hneigðir. Haft gaman af að fara á sýningar og slíkt og lönd sem að þið hafið áhuga á eða ferðalög sem þið farið í eru að þið vil tengd inn á slíkt að skoða söfn og fara á listasýningar. Það er eitthvað sem er bara að koma hérna upp með þessum spilum.
hvort sem það er þú eða hinn aðilinn eða þið báðir. Það er allt í lagi að láta vini sína hjálpa sér og biðja stuðning ef að vinir þínir geta hjálpað þér að nálgast þessa manneskju eða hjálpa þér með sambandið. Ef að einhver mál koma upp, þá er þið heppnir, kæru vatnsberar, ef þið eigi góða vini sem þið getið leitað til. Já, og talandi ferðalögu ferðir. Hér stendur brúðkaupsferð. Þetta þarf auðvitað ekki að vera það, en þetta er bara áminning að reyna að njóta tíma saman, njóta þess að ferðast saman og vera í fríi saman. Og mér sýnist þessi myndir úr Feneyjum. Ætli vill hafið áhuga á Feneyjum, af því ég talaði nú áðan þennan listræna þátt. Það er einmitt mikið af listrænum elementum varðandi Feneyjar, myndlist, tónlist og fleira. Kannski hafið áhuga á þeim parti eða Ítalíu almennt. Ég hef komið til Feneyja, ég var ekki hrifin. En þið sjáið, það er svolítið skemmtilegt smáatriði að gondolerinn, maðurinn sem er að sigla, hann er með vængi. Þannig að þetta er greinilega einhver verndarengill sem verður með ykkur í för. Ok, hér eru fleiri englar. Þessi aðili er þess virði að bíða eftir. Og tímasetningin er alveg óháð því hvaða tími ykkur finnst henta, eða á hvaða tíma þið viljið hitta manneskjuna. Það er bara almætti sem að stýrir þessu. Divine timing er eitthvað til á íslensku fyrir það. Bara himnesk tímasetning eða guðleg tímasetning, eitthvað slíkt. En talandi tímasetningu, þá eru næstu spil varðandi tímasetninguna. Það getur verið að þið viljið fá tíman á einhverju sérstöku eða bara hreinlega hvenær sambandi kemur inn. Nú það er bara á fimmtudaginn. Það er ekkert flóknara við það, Thursday, en ég tek annað spil. Afsakið mig. Ég hósti, pyrra mig, en þá. Fimmtudagur, já, það er spurning hvort það sé fimmtudagur, en í vikunni sem þið sjáið þetta, eða hvort að það sé bara fimmtudagur, einhver fimmtudagur, eitthvað sem að gerist þar. Svo fáið ég hérna annað sem að, já, sem heitir bara Not in this lifetime, ekki í þessu lífi, á þessu æviskeiði. Nú veit ég ekki hvað ég voru að spyrja en þetta gæti verið eitthvað varðandi það hvort þið hafi hist áður eða já, hvenær eitthvað muni gerast. Allavega á þetta ekki við sambandi sem slíkt, því að það er greinilega að gerast hérna á fimmtudaginn. Kíkjum aðeins síðustu spilin á svona já eða nei svar, ef þið viljið spyrja eitthvað ákveðið. Það er alveg öruggt, er fyrra spilið sem kemur hér og síðan er það afsakið nei. Þannig að þið fáið bæði já og nei, nema það sé bara alveg öruggt að það sé nei. Svona er þetta bara stundum og þið náttúrulega munið það að taka þessu
þessari lögn ekki með 100% nákvæmni, heldur þetta meira til gamans gert. Ég þarf ekki svo sem að nefna það við ykkur. En kæru vatnsberar, þá þetta búið fyrir ykkur í bili. Ég óska ykkur allsins besta, ljós og kærleikur.